Annað þrepið í streitustiganum volgaþrepið. Á þessu þrepi finnum við hvernig álagið eykst. Við þurfum því að fara að vinna hraðar og vinnudagarnir lengjast í þeirri von okkar að við séum að ná að bregðast við, ná stjórn og náum að halda okkur á floti. Okkur finnst við alveg hafa brjálað að gera og við og okkar störf vera mikilvæg, en upplifum að við séum á sama tíma ekki að standa okkur, ekki eins og við myndum kannski vilja. Við upplifum að það séu ytri þættir sem hafi komið mest áhrif. Við erum svona síður líklega til að vera að horfa innan við á volgaþrepinu. Við erum frekar að fara að benda á annað fólk í kringum okkur, verkferla, skipulag sem dæmi. Þetta getur valdið okkur óþolinmæði og við fyrir svona að upplifa óþolinmæði gagnvart vinnustaðnum, samstarfsfólki eða yfirmanni. Á volgaþrepinu byrjar líkaminn að framleiða aukið magn streituhormóna. Þetta ekki hættulegt og þetta ekki alvarleg streita, en hún getur samt sem áður farin að hafa einhver áhrif á vinnuframlagið. Og sem dæmi þá getur þetta ástand haft áhrif á minnið okkar, greiningarhæfni, getuna til að hafa yfirsýn og getuna að taka ákvarðanir. Og þetta getur haft áhrif á það að við náum ekki að skila eins góðu starfi. Annað sem hefur áhrif á störfin okkar og svona verður að ákveðnum vítahring og tengist þessu því að við séum að vinna hraðar og lengur, skilum ekki á okkur eins góðri vinnu. Það getur haft áhrif á það að það gerist mistök. Og þegar það gerist, þá eykur það auðvitað enn frekar á álagið því að við förum að hreinsa upp eftir okkur og svona lagfæra fyrir mistökin. Á volgaþrepinu erum við ekki eins góð í félagslegum samskiptum og svalaþrepinu. Við getum því orðið svolítið óþolinmóð og pirruð gagnvart samstarfsfólkinu. Og það getur þetta gerst líka að fleiri í teyminu eru að upplifa sig á volgaþrepinu sem eykur hættuna á árekstrum. Það verður svona einhver núningur í hópnum. Að öllu þessu sögðu volgaþrepið ekki hættulegt, en við ættum ekki að vilja dvelja þar of lengi og þurfum að fara að bregðast við til að koma okkur aftur upp á svalaþrepið.